Kári Þorsteinsson var yfirkokkur á veitingastaðnum Dill í miðborg Reykjavíkur, en sá staður flestum kunnur sem fyrsti íslenski veitingastaðurinn til þess að hljóta Michelin-stjörnu. Hann hefur nú flutt austur í Egilsstaði ásamt konu sinni Sólveigu Eddu til að reka þar veitingastaðinn Nielsen í Nielsenhúsi, sem elsta íbúðarhús bæjarins. En hvernig kom þetta allt saman til? Ég fædd og uppalinn á Egilsstöðum, bjó hérna alveg þangað til að ég fór í menntaskólann á Akureyri. En svo fer ég til Reykjavíkur og kynnast Kára og við einhvern veginn erum bæði með þann draum að flytja út á land, allavega þegar við varum byrjað að eignast börn. Og okkur langaði að koma hingað og sáum að þetta var á sölu. Bara einn góðan veðurdag þegar við vorum hérna eitthvað að rölta bæinn, ákváðum að fara að fá að skoða. Og ég hafði nú ekki mikla trú á þessu sko, ég var einhvern veginn svona búin að afskrifa þetta strax sko, en Kára leist ótrúlega vel á þetta allt saman og við fekk svona bara einhverja, ég veit ekki, eitthvað hugboð. Þannig að við ákváðum bara að pröfa að bjóða og allt í einu bara áttum við veitingastað á Egilsstöðum. Þannig að við þurftum bara að fara og redda því sko og fluttum bara heim heim fyrir mig og til Egilsstaða fyrir hann. Það var alltaf markmið að fara þegar svona sirkabát frumburðurinn kæmi. Svo kom hann núna í janúar og það var nú kasólíkt að við gengum að kaupa honum að þessu sko. Þannig að svo gerist þetta bara, nokkuð snöggt eftir að frumburðurinn kom, þannig að maður segja að draumurinn sé að rætast sko. Hann fæðist 9. janúar og við erum komin hingað 9. mars. Þótt Nielsenshús sé elsta íbúðarhús bæjarins, þá það ekki ýkja gamalt, en húsið var byggt árið 1944. Þótt þar hafi áður verið rekið veitingahús á sumrin, beið Sólveigar og Kára mikil vinna í að gera staðinn að sínum, en sú vinna var á lokametrónum þegar við hittum þau. Steikarspaðinn fékk því að víkja tímabundið fyrir sparlspaðanum og Kári því eðlilega farin að hlakka til að dusta honum ríkið. Mjög. Ég er svona eiginlega búinn að gleyma því hvernig það var elda held ég, en það verður gríðarlega gaman þó að held ég að sparlspaðinn hverfaldir langt frá manni sko. Það verður eflaust eitthvað sem við þurfum að laga og betur bæta örlega fljótlega en svo náttúrulega með svona fjárfestingu að þetta náttúrulega eiginlega verkefni og maður má ekki gleyma því hvernig á að sparsla sko. Við getum ekki hellt sparlspaðanum, hann verður bara settur í. Þetta er náttúrulega gamalt hús og við ákváðum að taka þetta svolítið og hrista þessu upp í og það er eiginlega orðið þannig að við erum búin að átta okkur á því að öll plönur sko, það er allt dýrara en þú heldur og það tekur allt lengri tíma en þú heldur. Glæsilegt hús eins og Nielsenshús með karakter og sögu gerir það að verkum að fólkinu í bænum þykir vænt húsið og er ekki sama hvernig því haldið við. Bara mér finnst gaman hvað fólk hefur mikla skoðanir sko og bara við finnum það alveg hvað fólk spennt í bænum. Það hefur alveg nokkri komið að tala við okkur og bara spurt hvað ætli að gera, hvernig ætli að hafa þetta og svona. Það hjálpar gríðarlega að fá að vita og heyra áhugann. Það er ekki sjálfgefið að fólk sé endilega spennt og segja við okkur líka fyrrabræði, bara út í búð og kemur ykkur upp á okkur og Það er ótrúlega gaman, sérstaklega líka bara fyrir mig að því ég er að koma heim sko aftur að það eru allir eitthvað svo, þetta er svo lítill bær, það eru svo margir búin að bjóða mann velkomin heim og manni finnst maður eitthvað svo innilega velkomin það er bara alveg yndislegt að koma tilbaka og heyra svona sko. Veitingastaðurinn opnaði 9. maí og stefnir á að vera með sem mest af íslensku hráefni á matseðlinum og það hráefni úr heimabyggð. Það er alltaf gríðarlegt magn af góðu hráefni hérna á Austurlandi. Samanber bara á Vallanesi, við vorum þar bara í morgun að skoða og þú myndir hvað við getum notað núna fyrstum sinn í matseðlinu sem við munum breyta mjög reglulega bara eftir árferðinu. Því sem er í boði á þeim tíma sko. Hverju sinni. Og það er líka ótrúlega fyndið að talandi um að vera boðin velkomin sko, og stutt í gott hráefni að það eru alveg alls konar fólk, trygginga, eða það sem við tölum hjá tryggingum og alls konar það eru svo margir sem eru búin að bjóða okkur villibráð sem þeir eiga, þú vilt ekki kaupa þetta á okkur og vilt ekki elda úr þessu og það er náttúrulega, það er svo mikil veiðimennska hérna í Egilsstöðum og í kring og bara á Austurlandi að það er nóg til í öllum frystikistum. Það er náttúrulega nóg til að villibráðin og náttúrulega alls ekki langt niður á firði þegar við förum að þýki. Með fisk, allan fisk og allt sjávarfang sko, sem er þetta nálgast þar sko. Þannig að það er rosalega stutt í gott hráefni sem er náttúrulega gríðarlegur kostur. Okkar markmið er líka bara að horfa
á heimamannu, sko. Við erum að gera þetta fyrst og fremst fyrir hann. Að breyta ört, af því að þú veist, þá getur þú komið í janúar og svo getur þú aftur komið í mars og þá er þetta kannski allt annað. Þannig að opna aðeins hugan fyrir því að hafa gaman að smakka meira, eða semst mismunandi mat og mismunandi útveldur að geta komið oftar. Og þegar það er rosalega gaman og gott að fara út og borða. Okkur finnst það alveg. Og oft á tíðum þó að maður vilja oft kannski geta gengið að einhverjum réttum vísum, þú veist, maður á upp á þessu rétt hér og þar á einhverju veitingastöðum einhvers staðar sem er náttúrulega eins og gengur. En þá er líka gott að fara og smakka og upplifa eitthvað nýtt. En þótt framkvæmdunum sé kannski lokið og staðurinn nú formulega opinn, þá er vinnan við að halda honum gangandi rétt að hefjast. Búin að vera að reyna að passa okkur á því að brenna ekki út hérna í framkvæmdanum, sko. Þegar svo tekur bara sumarið við, sko. Já, við opnum bara leið og high season er að byrja, sko. Þannig að við erum ekkert að fara að slaka fyrir kannski einhvern tímann í október. Það við svofum bara seinna. Nei, þetta er alltaf bara langhlaup, sko. Við erum búin að ráða gott fólk með okkur og við erum með gott fólk í kringum okkur, við erum með gott fólk í framkvæmdanum líka. Feður okkar báðir að hjálpa okkur mikið. Mjög duglegir að smíða og duglegir í rafmagninu og ótrúlega flinkir og mjög hjálpsamir. Líka í öllum pappírum og leyfisveitingum og það er rosa gott að hafa þá, sko. Svo eru ömmunar á kantinum og passa og þetta er samvinnuverkefni tveggja fjölskylda, myndi ég eiginlega segja.